Já, komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Hann var aðeins ársgamall þegar hann byrjaði að hafa áhuga á tónlist. Hann hefur aldrei gefist upp, þrátt fyrir að hafa oft á tíðum verið harðlega gagnrýndur. En aðallega hann sagður vera misskilinn persóna. Geir Ólafsson ljúfur, hjálpsamur, athyglisjúkur og án efa duglegasti maðurinn í faginu. Við skulum sjá nærmynd af Geir. Geir Ólafsson er fyrst og fremst mjög léttrík persóna, ég held að það viti það allir sem bara sjá hann. Geir hlýr, glaðlyndur. hann mjög stórt hjarta. Hann alltaf ofsalega skemmtileg, maður hlær rosalega mikið þegar Geir nálægt. Vinur vinna sinna. Hann talar aldrei illa nokkra einustu manneskju. Barnalegur. Ég myndi fyrst og fremst segja kannski hans misskilinn persóna. Dálítið erfiður. Jákvæður. Vantar stundum í hann stopparann. Sanngjarn. Já, hann ofsalega hjálpsam. Ef ég hringdi hann klukkan 3 á nótt og bað hann skeppa til Akureyrar fyrir mig því að ég sé dúkkuvagn í glugga, hann myndi fara og þá var 18 vindstig. Hann heiðarlegur. Hann fyrst og fremst mjög góð manneskja. Svona tónlistamanninum Geir Ólafssyni lýst en hann fæddist þann 14. ágúst árið 1973. Geir ólst upp í Breiðholtinu, gekk í Fellaskóla og Réttarholtsskóla og að grunnskólanámi loknu ákvað hann að snúa sér alfarið að tónlistarhellinu. Hvenær byrjar Geir að hafa áhuga á tónlist? Ég held að hann hafi nú bara verið ársgamall þegar hann spilaði með laginu Því ekki að taka lífið létt. Og hann var alveg strax kominn í tempó. Hvenær byrjaði hann að syngja? Þeir horfðu á textan og sungu með bandi. Karaoke. Karaoke, já, karaoke. Geir var einungis 16 ára þegar hann kom fyrst fram opinberlega í þættinum Á tali hjá Hemma Gunn. Kolbrún og Geir, gjörðu svo vel. Það voru margir sem halda alltaf hann sé að fíflast og taka ekki marka á honum eins og það byrja með þessi Frank Sinatra lög. En málið það að Geir var aldrei að fíflast. Og hann búinn að fylgja Frank Sinatra of lengi. Hann ógeðslega duglegur, alveg ógeðslega duglegur. Og málið það að hann hefur gert svo marga frábæra hluti. Því hann fór í tíma hjá Sverrir Guðjóns, hann fór í tíma hjá Kristjáni Jó. Nú, þetta var svolítið erfitt, hann með pínlítið svona vandamála einbeitisstundum. En við erum búin að byggja upp ágætis og áreiðandi fyrir mig allavega, vináttu. Nú, fyrir utan það að vera með bestu rödd Íslands í sínu fagi. Geir, það hellingur af mönnum í brasanum sem hafa drukkið út í brasanum. Telja sig hafa efna að gera grín Geir Ólafs. En málið það að Geir Ólafsson, munurinn á honum og mörgum öðrum er sá, hann lætur drauma sína rætast. Og fyrir það getur maður ekki annað en bara, til hamingju með þetta. Væri ekki mitt margir bara búinir að pakka saman og fara heim og hætta þessu? Jú, þetta partur, þetta veikleiki og styrkur Geirs Ólafssonar. Það er bara, það vantar í hann stoppara. Ég á litla stelpu sem segir mamma, og það verður að máli mamma. Geir bara svona, ég skal. Þegar hann gaf út fyrstu plötuna sína fékk hann þvílíkt skíkast, má segja það yfir sig. En hann verður aldrei reiður út í neitt. Fólk skýtur ofta það fólk sem heldur að það skjóta ekki tilbaka. Og þegar þú byrjar að taka viðtalið með eins og með þennan disk hérna, þá byrjar að dissa hann með því að tala hvort að þessu 11 New York lög á diskunum. Og veistu það, ég alveg tala, byrju leið mér að klára og takk þetta að glotta þér. Ég er bara að segja við því hérna að þetta var bara dónaskapur. Þú gerði lítið úr þessu hjá mér. Ef þú ætlar að taka viðtöl við menn eins og mig sem í þessu geira, þá skaltu bara vanda spurningar og þú gætt ekki koma bak við þá og gætt ekki koma bak, þú átt ekki að koma bak við, þú átt ekki að koma bak við, þú átt ekki að koma bak við þína kollega. Og mér finnst að við Íslendingar ættum að vera aðeins kurteisari og þetta fólk þekkir ekki Geir. Þannig að við Íslendingar eigum að vera kurteisari við Geir? Já, við eigum að vera kurteisari við Geir og taka honum fagnandi því að við eigum alveg eftir að pissa í okkur þegar hann orðinn stjarna í útlöndum og hugsa
ógeðslega var ég leiðileg þarna í kommentakerfinu þarna Geir. Þá það fólk sem eru bara smáborgarar að segja. Það bræðir hjarta mig. Sigga, hvenær kynntist þú Geir Ólafsson? Hún vantaði sérlega ráðgjafa í ástamálunum sko. Hún fannst sko kellan ekki vera nógu sko þæg og hringdi ekki á réttu tíma og svona og þetta gekk svona dálítið tíma. Þetta var alls ekki kona með hans hæfi og hérna var alltaf hringir Stína og veist, Sigga, sérðu það nokkuð hvort að hún hringir nokkuð núna? Og við erum að grínast ennþá með þetta ef við sjáumst í fjölda þá segir hann heldur að Stína sé að fara að hringja, þú veist. Og hringdi Stína? Nei, Stína ekki búin að hringja. Það gæti samt komið að því 15 ára seinna. Já, ég segi veistu að Stína hringir á endanum. Hann rómantísk típa? Hann mjög rómantískur. Hann svo rómantískur eins og senda mér fulla leigubíla rósu. Hann borgar reyndar ekki sjálfur, ég ætla ekki að segja hvað borgaði. En þú fékkst rósirnar? Ég fekk rósirnar. Það mætti stundum kalla hann skrepp. Hann átti til að vera alltaf að skreppa eitthvert. Og hann skrapp og hann skrapp svo mikið að stundum voru ég og vinkonum mér fann að leita á honum. Og við leituðum svo lengi. Hann var löngu kominn heim þegar við komum heim. Geir mikill fótboltaáhugamaður og mætir reglulega á heimaleiki Vals í Pepsi-deildinni. Ég elska fótbolta. Jón! Maður aldrei fyrir aftan sóknarmanninn! Maður fyrir aftan hann! Svo hann svona dálítið humorískur. Hún oft hent út þegar hann fór í taugarnar á manni. Og hann vildi endilega byrja með sjónvarpsþátti útflutt inn. Hann henti honum út og svo hitti dóttir mér og sagði hvert er þetta að fara ekki mér? Ég bara finna þolið með hann aftur og mamma hefur hendað mér út. Það svona kortir ég fá að vera inn út. Háar hann svakalega, hann svona með fælni. Hann vil helst ekki fara inn í lyftu og hann ef hann fer með einhverjum upp á 7. eða 7. þá er hann alltaf komin undan upp. Hann mjög athyglisglaður og hann svona ánægður með magavöðvana sína dálítið. Og já, hann sko, sjáðu sig hvað, þetta ekki flott. Það verður svolítið að sýna þetta? Já, ég meina, maður þarf að sýna það sem maður hefur sko. Hvernig að vinna með hann? Hann erfiður? Nei, hann ekki erfiður nema stundum erfitt að ná athygli hans. Og og það tekur stundum alltaf langan tíma að sitja á minni, leggja inn á minni. En þetta ljúfur drengur. Það líka volið gallið hjá hann, hann var upp í erminu á sér. Ég var lenni hjá hann sko ferð við Gardavatnið í einbýlishúsi. Það var sko 50 skjöfin. Það líka gallið hjá hann, hann getur ekki bara sagt fyrirgefðu. Ég ætla að gera þetta, ég ætla bara að gera það á þessu. Ég held að hann sé bara of góður. Ég held að hann sé of ljúfur og hann trúir engu ítlu upp á fólk en það fullt af fólki sem maður getur og þarf að sniðganga í lífinu og tilverunni. Hann þarf svolítið að læra það. Og hann stundum af hátíðlegur í sjónvarpi finnst mér, skilurðu, setur of mikinn geislabaug á sig, sko. Og bara fyrst og fremst þakkláttur fyrir það sem Færeyingar hafa gert fyrir okkur. Maður á ekki að vera algjör engill, sko, af því að ef maður með geislabaug þá getur hann dottið niður og þá hengir maður sig, skilurðu. Þið kalla, hann getur verið svolítið frekur og ákveðinn ef út í það fer, sko. Einu sinni ætlaði hann að fara til Nóatún og kaupa eitthvað. Fyrir dóttur mína, við honum heima. Og svo bara kom hann ekki neitt. Og þá vissi við, já, hann hefur verið skreppall og ólafrændi einu sinni enn. Svo kom hann labbandi inn við poka og sagði það var ekkert í rjómi og það var ekkert í grýtostur og það var ekkert í kamembert. Og dóttir mín segir í 10:11, nei, í Nóatúni. Þá hélt hann sko poka frá 10:11 hefði hann ekki nennt út í Nóatún. Og reynda að ljúga þess að sem áður? Já, reynda að ljúga þess að sem áður til að við erum ekki reiður. Young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and... Það var nú alltaf verið einhverja konur í hans lífi, eða ekki? Það eru brjálaðir í hann, sko.
En hann er eins og lítill ungur hvolpur sko, það er svo gaman mikið gleði í kringum hann og svo er hann eins og 102 ára snati öðru hverju og alveg með þetta og hann keyrir svo hægt eins og hann sé góðan á ellilífeyrir döffarinn. Hann er kannski á, þetta er nú bara löglegur hraði Sigga og þá er það kannski bara 20 eða eitthvað óþolandi og margar konur eru sagt honum upp út af þessu segi ég sko. En hann er komið svo fallega konu núna, hann bara gifta sig á næsta ári. Á dögunum trúlofaðist Geir Adrianu Patricia Sánchez Crier en hún er markaðsfræðingur frá Kólumbíu. Adriana býr í Madrid en þau kynntust árið 2009. Hann mun negla þetta úti sko, af því að við erum svona smábændur, við föttum ekki hvað hann er orðinn stórkostlega mikill söngvari. Ef ég hefði mátti ráða að ég hefði bara getað tekið Geir og setta það sem ég vildi hafa hann, þá var hann söngvari borð í risastóru skemmtiferðaskipi að sigla Karíbahöfin með big band fyrir aftan sig. Ég segi bara, Geir, til hamingju, haltu áfram, keep on trucking! Allt þetta skilir hrá